Góðan daginn. Good morning. Hola. Gaman að sjá okkur. Við ætlum að syngja í dag, en það eitthvað vandamál hérna, kannski lagast það, svo við þurfum að nota, we need this, maybe first song, I don't know. Við ætlum að syngja 38, Þig Guð vor drottinn, númer 38. 38, number 38. If you will have this book, they are there. Áfram og syngja, og við ætlum að syngja númer 299, 299, minni sál. Ég veit ekki hvort að það, maybe it's coming here, I don't know. 299.
Mjög gott að syngja. Very good to sing. Við ætlum að lesa hérna í reikningunni og við ætlum að lesa í Mattheusar guðspjalli. Við skulum standa upp. Það 4. kafli og vers 3-4. Matthew 4 chapter and verse 3 and 4. Þá kom freistarinn og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verði að brauðum. Jesús svaraði: Ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bæna. Kæri Faðir, ég bið þig að vera með okkur í dag. Blessa þessa stund, okkur öll. Gefa okkur dag þér til dýrðar og alla þá sem komast ekki. Vilt þú vera með okkur í dag og gefa okkur skilning á þínu orði. Dear Father, í Jesú nafni, amen. Og við ætlum að halda áfram að syngja 430. Eru græjurnar eitthvað að komast í lag? Ok, allt í lagi.
er komið að því að taka upp gjafir, offering. Það er bara í safnaðu sjóð. Kæri Faðir, ég bið að blessa þessar gjafir og þá sem gáfu og margfalda þær og vera með okkur í dag og með kirkjunni. Og þú blessir hana og allt verði þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Krakkar, children, eigum við að syngja? Vil ég koma hérna fremst? All children, will you come and sing? Nú verður barnasaga, veit ekki nema að Gafin sé með hana og svo ætla hann að líka vera með ræðu á eftir. Flott. Okay, hello, testing, testing, 1, 2, 3, 4. Ekki neitt. Tæknin ekki að vinna með okkur í dag. Hello, hello.
hello. This microphone work? Ah, that's working, isn't it? Yes. Right. Okay. Good morning, everybody. Lovely to see you in church today. Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur í dag. Guess what I have in my bag? Getið þið giskað hvað ég er með í pókanum? What do you think? Hvað haldið þið? Something? Yeah, it is something, but what is the something? Hvað er þetta eitthvað? What do you think is in my bag? Hvað haldið þið? I have, yeah? I'll give you a hint. Ég I ætla að gefa have ykkur, 4 animals in my bag. ég ætla að gefa ykkur svona, hvað heitir? Dýr? Vísbendingu. Þetta eru 4 dýr sem eru í pókanum. Now, guess what animals are inside of my bag? Getið þið giskað hvaða dýr ég er með í pókanum? Yo? Fishes? Nay. All right. I'll allow you to put your hand in, but you can't see, okay? Ég ætla að leyfa ykkur You að have fara to inn work með hendunar out- en þið megi ekki horfa. How many animals there are and what they are. Því ég að giska hvernig dýr þetta er og hversu margir það eru. You have about 10 seconds. Ég hafi svona 10 sekundur Do you want hver. to try? Vil ég prófa? You have to put your hand in there. Þú sýtur inn hendina. Go to pröva. Nej. Ljón. Go to pröva. Hvað finnst þér? Vonandi ekki. Eitthvað plast segir einhvern. What do you think? Hvað haldið þið? No sabe qué es. No puedes ver, solo puedes tocar. Wow. You're the closest so far. Hún náði svona, hún var mjög nær að giska. All right. Let's see what we have in here. Skulum sjá, We have við erum með. first we have Max. Fyrst erum við Max. Max the bear. This is a very cool bear, isn't it? Þetta er mjög sætt björn. Very expensive bear too. Mjög dýr líka. I wasn't sure if I was allowed to take it out of the house, so I just took it without anyone knowing. Ég vissi ekki hvort ég mætti taka hann frá húsinu, svo ég tók hann án þess að láta engan vita. And I have a turtle. Og ég er með skjaldbaka. This, yeah, I think his name is, Ég veit ekki alveg hvað nafnið er. Jana just told me, I think he's Fred, because he looked sad. Jana sagði mér að nafnið væri Fred út af því hann er svona eitthvað leiður í framann. Then we have, Svo erum við kanina. yeah, what's his name? Hvað heitir hann? What's his name? Peter Rabbit. Come on, people.
Peter. In English, it's Peter Rabbit, right? Hann heitir Pétur. He's famous. Hann frægur. And then my favorite, maybe Og núna uppáldið hjá mér Monkey. Exactly. Abbi. And he is just called Monkey. Og hann heitir bara Monkey á ensku, Abbi. So he doesn't really know. He lies around, he's a very lazy monkey. Þetta mjög latur Abbi. Hann bara vil ekki sitjast. It was kind of difficult, wasn't it, to tell what was inside the bag? Það var smá erfitt að segja hvað væri í pókanum. Even though you kind of had your hand in there, and I even told you they were animals, Og þótt ég sagði ykkur að þetta væri dýr og að þið fengu að finna fyrir því, it was still difficult to work out what it was. það var ennþá erfitt að giska hvað þetta var. In a minute, when I talk to the older kids, Á eftir, þegar ég fer að tala við stóru börnin, we're going to talk about the Bible. við ætlum að tala Bibluna And in the Psalms, og í Sálmana, it says this about God's words. það segir þetta orð Guðs. This is Psalm 119, verse 105. 100, hvað? 119, Já, 105. 1 to 5. 105. 805. And it says this, Okay. your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Já, þetta Sálmur 119, vers 105 og það segir þitt orð lampi fóta mína og ljós á vegnum mínum. So your Bibles are like a flashlight. Og Biblian ykkar eins og lampi. Actually, this is my Bible, right? And it has a flashlight. Og hann með síman þarna og hann með vassaljós. But when we have God's words, it helps us to see clearly. En þegar við erum með orð Guðs, það hjálpar okkur að sjá betur. And they can guide you to do what is right Og það getur leiðbeint okkur að gera það sem rétt and guard you from doing what is wrong. og halda okkur frá því að gera það sem rangt. So you never have to guess like we were guessing with the animals. Svo við þurfum aldrei að vera að giska eins og við gerðum það núna með dýrin. God's word will help you see clearly. Orð Guðs hjálpa okkur að sjá bara skýrt. Let's pray. Skulum biðja. Father, I pray for us all and particularly for the children Guð faðir, við biðjum fyrir okkur öll, sérstaklega fyrir börnin, that as they grow, að þegar þeir vaksa, your words will give them light to live by. þitt orð mun gefa þeim ljós til að lífa af. Amen. Amen. Okay, tack för det. Takk fyrir, krakkar. Það svo heitt. We're going back into the darkness now. Aftur í pókanum. Thank you. Please open your Bibles to Matthew chapter 4. Við skulum opna Biblíunar í Matthíus Guðspjalla kapli 4. Okay, let's pray. Skulum biðja. Father, we pray that your words today will bring us light. Kæri Guð, við biðjum að orð þitt í dag gefa okkur ljós, That they may guide us to live as true followers of you in this world. að þeir geta leiðbeint okkur til að við getum lífa eins og alvöru lærisveina þínar í þessum heimi. Amen. Amen.
if you look in these verses here in Matthew, Ef við kíkjum á þessum versum hérna í Matthews, já. this is the temptation of Jesus in the desert. Þetta þegar Jésu var freistað, þegar hann var í eyðimörkinni. And Jesus is tempted to turn loaves into bread. Og honum freistað að breyta steinum í brauð. Stones into bread, yeah. And if you look at verse 4, Jesus says something really important. Og ef við kíkjum að vers 4, þá segir Jésu eitthvað mjög mikilvægt. He says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Eigi lífir maðurinn að einu sanna brauðni, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Do you believe that? Trúið þið að því? What Jesus is saying is really important. Hvað Jésu að segja mjög mikilvægt. If I don't eat my breakfast and my lunch and supper, I will physically die. Ef við erum ekki að borða mat, þá munum við líkamlega deyja. If I don't and you don't eat God's words, we will spiritually die. Og eins ef við borðum ekki af orð Guðs, þá munum við andlega deyja. We might be able to go out and do our jobs and so on, Við getum alveg fara út í heiminn og vinna okkar vinnu og allt í lagi. but spiritually we will die. En andlega við munum deyja. So the challenge is, can we feed ourselves with God's words? Og hvað heitir challenge? Og áskorunin getum við, can we, Feed ourselves with God's words. já, getum við næra okkur með orð Guðs. I was thinking about my kids when they were very tiny. Ég var að hugsa börnin minn þegar þeir voru lítil. It was an amazing thing when the kids could go to the bathroom all by themselves. Það var frábært þegar börnin gátu fara á klósettið einir. I did not have to take them anymore, Ég þurfti ekki að fara með þeim lengur and the kids could feed themselves. og þeir gátu borða sjálfir. I didn't have to feed them myself. Ég þurfti ekki að mata þeim lengur. And this is, of course, a great challenge for us as Christians. Og þetta stort áskonum fyrir okkur kristin. Can we feed ourselves with God's words? Getum við nært okkur sjálfur af orð Guðs. So today I'm not going to preach. Í dag, ég ætla ekki að vera með hefðbundi ræðu. I am not going to feed you. Ég ekki að fara að mata ykkur. You are going to feed yourselves. Þið að fara að mata ykkur sjálfur. Could I have a couple of people to distribute these? Má ég fá einhver sjálfbæðaliðar til að fara að dreifa þessum blöðum sem ég með hér? We're going to do a couple of exercises Við erum að fara að gera nokkum æfingum on feeding ourselves with God's words. til þess að næra eða mata okkur sjálfum af orð Guðs. And I want to teach you two very simple ways to read the Bible. Og ég ætla að kenna ykkur tvær auðvelda leiðir til þess að lesa Biblíuna. I think one of the most amazing things from my point of view is the truth that God is a speaking God. Og eitt sem heillar mér alltaf að Guð He's a speaking God. Talandi Guð. So Genesis 1, the first thing that happens, God is speaking the world into being. Svo eins og við sjáum í fyrstu Mósebók að Guð, þegar hann að tala, þá býr hann til heiminn með að tala. When Jesus comes, the Gospel of John describes Jesus as the Word. Og eins og við sjáum í Jóhannes Guðspjalli, þá lýsir hann að Guð ger allt með orðum. So God speaks because he hopes someone is listening. Og Guð talar með vonin að einhver sé að hlusta. And I think one of the most exciting things of being a Christian is that I can hear God speak to me every day. Og eitt sem ótrúlega
áhugavert og gaman með að vera kristin að við getum hlusta Guð tala til okkar. So I want to teach you two simple methods of Bible reading this morning. Og mér langar að kenna ykkur tvær leiðir til þess að lesa Biblíuna í dag. And we're going to look at two short Bible passages. Og við ætlum að lesa tvö vers. And you are going to practice this yourself. Og svo allir því að æfa ykkur sjálfur. Okay, we're going to start on page 1. There's a 1 at the bottom of the... Við ætlum að byrja á blaðsíðu 1. Það er 1 hérna undir blaðinu. Now, this is a way of reading the Bible that you can do by yourself, or you can do it in groups together. Þetta leið sem þið geti gert sjálfur eða í hópa. So, the first part is listening to God's words. Fyrsta partin að hlusta á það sem Guð að segja okkur. If you are in a group, one person reads the passage. Ef við erum í hóp þá manneskja hann les upp versinn, textan. A second person can read the passage again, so you really understand what is there. Og svo einhvern annan les versið að kaplinn aftur. And then a third person summarizes the idea that they have heard. Og eins og stendur hérna í blaðinu, þriðji aðili dregur saman kaplan í eigum orðum til að fá betri skilning. This is just to become familiar with what God's words are saying. Þetta bara leið til þess að vera kunnu við það sem orð Guð segir. But then you've got three kind of key questions to ask. Og svo erum við 3 lykilspurningar sem við getum spurt okkur. What is the main idea in this passage? Hver megin hugmyndin í þessum kapla? What does this passage say about God? Hvað segir þessi texti Guð? And what does it say about human beings? Og hvað segir þessi texti mannfólkið? That's kind of simple questions, right? Þetta eru auðvitað spurningar, það ekki? You can do that. Við getum gert það. All right. The final question is the most important one. Og síðasta spurningin mikilvægstu. Having listened to what God is saying in the Bible, Eftir að hafa hlustað það sem Guð segir í Biblíunni, what does he want you to do about it? hvað vil hann að við gerum með það? God speaks to you and me because he wants us to respond in obedience to what he has said. Guð talar við ykkur og mig út af því hann vil að við svörum hann með því að gera sem hann býður okkur. Because the way he has described for us to live life is the best way to experience peace and joy. Út af því leiðin sem hann hefur list hvernig við eigum að búa besta leiðin til þess að finna fyrir hamingju og hafa fullnægjandi líf. So, at the end of all Bible reading, it's like, what am I going to take away that is going to change the way I live my life now? Svo á endanum einasta lestur, við ættum að hugsa fyrir okkur hvernig ætla ég að innleiða þessu í lífið mitt. Okay, do you all understand that? Skiljið ekki, örugglega. Can you do this? Getum við gert það? Are you sure? Eru viss? Great, because we're going to do it now. Frábært, út af því við ætlum að gera það í dag. All right, what I'd like you to do, we're going to do this fairly quickly because there's another passage we're going to look at. I want you to turn to Psalm 103. Okay, við ætlum að fyrst að fara á Psalm 104. 103. 8 to 14. 103, 8 til 13. Do you all have a Bible? Has anyone not got a Bible? Eru allir með Biblíu? Einhver sem ekki með Biblíu? Can see a Bible? Eða þurfið Biblíu? All right, so what I'd like you to do is to read verses 8 to 14 and follow these instructions. Okay, þetta Psalmur 103, vers 8 til 14 og við ætlum að lesa þessum versum. And I want you to do it in groups of
3 or 4 people. Og mér langar að við gerum þetta í hópa sem eru 3 eða 4 mann saman. So you can get up and move or turn around to the people behind you if you want. Svo þið getið núna að hópa ykkur saman, snúa okkur eða, já, til að búa til hópa. Okay, I'll give you 5 minutes. I know this is short, but 5 minutes to do this. Við höfum 5 mínútur til þess að prófa með þennan vers út af því við höfum annan vers. And if you have any questions, but put up your hand. Og ef þið erum einhverja Psalms 103, verse from 8 to 14. Hard work, eh? Hard work. Yes. But would you prefer this in Spanish or No. no?
I don't know when I start. Sorry. Let's find out how far they are through. Have you got to the end of this questions yet? Búin How að many fara have yfir got allar to number spurningar? 7 already? Búin að fara yfir allt? ¿Ya pudieron revisar todas las preguntas? ¿Sí? Ok. Yeah. De la primera hoja, sí. You finished? You got to the end? Sí. Frobite. Ok. Okay. All right. Let me stop you there. Ok, við ætlum að stoppa í smá. And normally, of course, you would have much more time for this. Auðvitað við hefðum vilja hafa meiri tíma. But at least you can get a very simple idea of how this works. En að minnsta kosti náðum að sjá smá hvernig þetta virkar. Now, what I'd like you to do is if you turn the page over, Og við snúum blaðið. here's a different way of reading the Bible. Do something different with the Bible text. Og hérna annar leið til þess að fara í gegnum Biblíuna. And I'd like you now to turn to Matthew 6. Og núna ætlum við að fara í... Actually, no, before we do that, Áður en við gerum það. for those of you that got to number 7, Fyrir ykkur sem náðu að fara yfir gegnum allar spurningar, allar 7. what does God want you to take away from this passage? Hvað vil Guð að þið takið frá þessum versum? Would anyone like to share what God said to you that you need to take away from this passage? Væri einhver til að deila með hvað Guð vil að þú takir frá þessum versum? You have to say very loudly. Tienes que decirlo muy alto. Sí. Puedes venir aquí. Ég ætla að reyna að túlka öllum tungumálum. ¿Qué es lo que aprendiste del versículo? Okay. Dios quiere que aprendamos de este versículo que no debemos temer al hombre. Það sem Guð vil að við lærum frá þessum vers að við eigum ekki að vera hrædd við mannkynið. What God wants us to learn from this passage is that we shouldn't fear humankind. Dios quiere que solamente seamos temerosos a Él, Oh. porque Él se acuerde en misericordia que nosotros somos sus hijos y ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos. Og að við eigum að muna að Guð vil það besta fyrir okkur og það engin foreldri sem mun gera eitthvað vont fyrir börnin sín. And that in his grace, he doesn't want to do anything wrong to us. As a father, he wants to take care of us. Thank you. Gracias. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Someone, ¿einhver Yes. annan? Que Dios me ayude. She'll Okay. come and stand next to you. ¿Quiere venir aquí para que lo escuche mejor? Ok. Este salmo Þessi sálmur. Ég ætla Es- fyrst að fara yfir á íslensku og svo I will first I Yeah, you skid. Okay. Ok, este salmo es una lista detallada de las características de lo que nuestro Señor nos quiere dar. Como por ejemplo, Okay. Eh, Déjeme traducir.
Ok, þessi sálmur, eða þessi vers, lista yfir það sem Guð vil gera og vera fyrir okkur. Por las razones por las cuales hay que adorar a Dios. Og ástæður af hverju við ættum að tilbyðja Guð. Y demostrarnos cuán grande es su amor por nosotros. Og til þess að sýna okkur hversu stort kærleikat hans til okkar A pesar de nuestros pecados. Þrátt fyrir að við syndum. Þingum. Já. Gracias. Okay, I will try to remember. Do you understand? Yeah. But Okay, so what she said is that these verses are a list of what God wants to do and be for us, and that my memory is so short today, and that this is a way of him showing his character and how much he loves us. Okay. thank you. Muchas gracias. Yeah, mucho, Gracias. mucho gracias. All right. Okay. We turn over the other page. I want you to turn to Matthew 6. Núna ætlum að fara í Mattísögu Guðspjall kapli 6 And you're going to read verses 1 to 5. og við ætlum að lesa vers 1 til 5. Okay? Ekki Matthew 5? You can do this in pairs or in the same group that you were with. Gavin, you say Matthew 6 or Matthew 5? 6. Matthew 6, 1 til 5. So, and you're just going to read the passage and then ask these different questions. Við ætlum að lesa þessu vers og spyrja þessar 8 spurningar. Is there an example to follow? Fordæmi fyrir mig að fylgja? Something to repent of? Eitthvað til þess að yðrast yfir? A command to obey? Skipun sem ég á að hlýða? What does it teach us about God? Hvað kennir þessi vers mér Guð? Is there a difficulty that you don't know the answer to and you'll have to find out later? Eitthvað sem við erum ekki með svar fyrir og þurfum að kannski að bíða og leita seinna? Is there a promise to claim? Fyrirheit sem ég á ekki að tilkalla fyrir? Is there something for you to pray about? Eitthvað sem ég þarf að bíðja fyrir? And is there someone else who I need to share this with? Einhver annan sem þarf að heyra þetta sem ég ætti að So deila með? just read through those 5 verses Svo við ætlum að lesa í gegnum þessu 5 vers and then answer those questions. og svara þessar spurningar. Now, not every question will apply. Og ekki allar spurningar munu eiga við. So if it doesn't apply, just move to the next question. Og ef það á ekki við, bara fórum að næsta It depends spurningu. which bit of the Bible you're reading. Það fer eftir hvaða partur af Biblíunni við erum að lesa. You understand? Erum ekki allir með? Yes? Okay, 5 minutes. Matthew Mateo 6. Mateo 6, versículo del 1 al 5. Del 1 al 5. 1 to 5. Yeah. Yeah. Yep.
I know you're not done, Kannski eru ekki alveg búin, but we probably have to finish. en við þurfum að fara að hætta. All right, I know you didn't get to the end of it, Tuvieron oportunidad para... Nei. um, Búin að fara í gegnum alla spurningar, ef ekki það allt í lagi. but is there something that you learned from this passage? En ef það eitthvað sem þið lærðu frá þessum versum. Let's take the first question. Skulum fara í fyrsta spurningin. Was there an example to follow? Var eitthvað dæmi eða fordæmi sem við gætum fyllt? Did you find one? Fundu eitthvað? Yes? Sí, yes. Ay, me da pena. No pasa nada, a mí también. A lo que entendí fue que cuando hagamos las cosas, la hagamos de corazón, no por quedar bien con el hombre, sino con Dios. Que lo que uno haga... ¿Puedes decirlo? Ay. Ok. Lo siento, es que no escuchan. A lo que yo entendí, que hagamos las cosas para quedar bien con Dios, más no con el hombre. Lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, con toda la fe del mundo, que Dios no nos recompensará. Es, de verdad. ¿Ya? Sí. Ok, muchas gracias. Að skiptir engum máli hvað við gerum. Við eigum að gera til þess að þögna Guði og ekki vera að hugsa hvað aðrir muni hugsa það. Að vera trú sjálfum okkur og Guði. In English maybe, yeah? That we should do stuff because not thinking of what people is going to think about it, we should be true to ourselves and to God and not be trying to do stuff to please anyone or anything, just God. Gracias. Number 2, Nummer 2, is there a sin that God wants you to repent of or avoid? synd sem Guð vil að ég forðist eða yðrist. I won't ask for any volunteers on this question. Ég ætla ekki að spyrja ykkur einhver sjálfbóðlega til að deila þessu. That's between you and God. Það að milli ykkar og Guð. But was there a command to obey from this passage? En var skipun til þess að hlýða í þessum versum? Was there a command? Var til? Yes? No? Did you get that far? Náðum að fara svona. Okay, there are some people here. Oh, yes. Okay. Buenos días. El mandato que debemos obedecer es que no nos podemos olvidar que somos discípulos de Jesús y que pertenecemos al ejército de Él y que debemos hacer las cosas en misericordia buscando ese modelo que es Jesús. Y en un momento dado debemos preguntar, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo actuaría Jesús? Okay. Ay, que Dios me ayude. Okay. Sí, tiene que repetirlo. Fast och glömma. Ja. Ja. Este mensaje Þessi texti nos enseña que somos discípulos de Jesús, kennir okkur að við erum lærisveina Guðs que pertenecemos a su ejército og að við erum partur af honum, af hans sérsveit eða svona. y que debemos ser misericordiosos Að við þurfum að vera sýna fólk miskunn. actuar, Já, trabajar já, við þurfum að gera og vinna para Jesús. fyrir Guð Lo que hagamos para el hombre, og hvað sem við gerum fyrir no lo hacemos para el hombre, sino para Jesús. hvað sem við gerum fyrir hvort annað, við eigum að gera fyrir Guð, ekki fyrir
annað fólk, eða mannkyni. Y cuando tenemos una situación difícil, Og þegar við erum í erfiðar aðstæður, debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús para yo actuar de esa manera? við ættum að spyrja okkur hvað myndi Guð gera áður en við fórum að gera eitthvað. Ok, muy bien. Tack för det. All right. Was this simple? Var þetta létt? Simple? Yes? Létt? Can you go home and do this week? Myndi sjá fyrir okkur að fara heim og geta gert þetta heima? Can you do it at home? Getum við gert þetta heima? Jú, segir. Can you do it at home this week and invite some other people to join you to do this? Gætum við farið heim og gert þetta og kannski bjóða einhverjum með til að vera með? Do you know people where you're living who would like to do this with you? Þekkið þið kannski einhver þar sem við búum sem væri til að gera þetta með okkur? So this is my challenge to you this week. Þetta áskorun minn til ykkar þessa viku, So to go home að fara heim and to pray og biðja and ask God who you could invite og to where you're staying biðja til Guðs að sýna okkur hver við gætum boðið til að gera þetta to read the Bible together og lesa Biblíuna saman using this. með því að nota þessar leiðbendingar. You can choose the method that you like. Og þið getið ráðið alveg hvaða leið þið farið, hvort það sé fyrsta eða seinni. Do you think you could do that? Getum ekki örugglega gert það? God is a speaking God, remember? Guð alltaf að tala til okkar. And when he spoke into the darkness and chaos in Genesis, Og þegar hann var að tala til þessi óreiða sem var að gerast í fyrsta Mósebók, something beautiful was created. eitthvað fallið var kom út úr því. When Jesus again speaks to people Þegar Guð tala til fólk whose lives are in darkness and in chaos, það sem lífið þeirra bara ekki á góðum stað, when they hear his words, þegar þeir heyra orð hans, the Holy Spirit will create something beautiful in their lives. heilar andi mun byrja að vinna og búa til eitthvað falleg út úr því. So when you invite people into your home to share God's words, Svo þegar þið að bjóða einhver heim til þess að deila orð Guðs, miracles can happen, kraftverk geta gert. right? Já, ekki. So I was going to say next week I'll stand at the door to see how many people have done this. Ég ætla að segja kannski næstu viku mun ég vera ekki á hurðinni og fara yfir hverju gerði þetta. But I don't know if I'm here next week. So, En ég veit ekki alveg hvað ég verð næstu but viku. this is the challenge to you, okay? En þetta eitthvað sem við ættum að prófa í vikunni. Let's pray. Skulum biðja saman. Father, I thank you for your words Faðir, við þökkum þér fyrir þitt orð that bring power sem gefa okkur kraft and can change our lives. og geta breytt lífið okkar. I pray that you will equip everyone here Ég biðja að þú getur undirbúa öllum sem erum hér to share your words, til að deila þitt orð that other people may hear you speak svo að annað orð gæti líka herti tala and their lives be transformed. og lífið þeirra veri breytt. Amen. Amen. If anyone has any questions about this, feel free to ask me later. Ef einhver með spurningar þetta, endilega þið geti tala við Gavin. Ok, muchas gracias. Takk fyrir. Takk fyrir, Gavin. Mjög gott. Og mjög góð áskorun að fara heim og gera eitthvað. Very good to go home and do something. Oh yes, very good. Við skulum syngja að lokum sálm nr. 362, Dýrmæta vissa, 362. 362.
Sure. Við skulum byggja. En Guði sem megnar að varveita yður frá hrössun og láta yður koma fram fyrir dyr sína lítlausi fögnuði. Einum Guði sem frelsa oss fyrir Jesu Krist. Drottinn vor, sé dyr, háteg, mátur og vald frá alda öðli, nú og allar aldir. Amen. Takk fyrir. Eru einhverja tilkynningar? This is a program in Loftsalurinn. Okay. It's no other. Now we go to lesson, to the group. And thank you for